Góðan daginn og velkomin til þáttarins sem svo í mun hefur ekki fengið neitt nafn. Köllum við hann bara þáttinn, er ekki ágætis nafn. En hann ákveðið efni allavega, svo mikið vitum við hér á þessum bæ. Og það Guðs orðið í einhverri mynd sem að Drottinn veit sjálfur að við tjáum okkur um. Hann leiðir þetta, stýrir og stjórnar og ég bara hann sem að hann fékk til verksins. Og einstaklingurinn sem hefur sinnt þessu núna í nokkurn tíma og við sjáum að þetta ekkert að hætta og af hverju. Guð í dag, það nýr dagur í dag og Drottinn Jesús í honum eins og öllum öðrum dögum, þannig að við höldum áfram að gera vilja Guðs í okkar lífi. Ég þetta, þú þetta, hvað sem það er. Við sinnum okkar köllun og höldum úthaldinu vegna þess að Drottinn gefur okkur úthaldið. Þegar hann sér viljan til verksins í raun og veru, þá þarf hann ekkert meira. Hann lætur með okkur, koma okkur í verkið og svo verður eitthvað til sem að Drottinn sjálfur hefur leitt. Þetta allavega mín reynsla af Drottni Jesú, að hann eiginlega bara stillir mér upp eins og ég oft tekið fram og ítrekkað og svo veit hann þemað. Og ég tala hans þema út og það kemur eitthvað gott út úr því vegna þess að Drottinn er góður. Það er ekki flókið að fylgja Guði en við þurfum trú til að fylgja honum. Svo getur líka verið að við þurfum að læra inn á trúna hvernig hún virkar. Eins og ég var að tala áðan, að þá veit ég svo sem ekkert hvað ég ætla að tala. Ég er ekkert að segja hvernig þú átt að gera þetta. Svona hefur hann gert við mig. Kannski gerir hann eitthvað allt öðruvísi við þig sem einstakling og þá náttúrulega fylgir þú bara því. Ég er að segja hvernig hann hefur ætlast til af mér. Og þetta er þetta einfalda kerfi sem hann hefur notað á mig og ég kann mjög vel við þetta einfalda kerfi sem gerir það að verkum að ég er ekkert að velta því fyrir mér hvað ég ætla að tala um. En það er ég svo sem ekkert að fara að segja neitt. Sá sem ég þjóna, hann ætlar að tala. Og ég held að hann viti nákvæmlega hvað hann ætlar að tala hér eins og allt og áður. Og svo mikið veit maður og svo mikið hefur reynslan kennt manni af verkinu að það kemur eitthvað uppbyggilegt upp úr því, gagnlegt og stundum heilmikil fræðsla einnig og eitthvað sem að vekur okkur til umhugsunar sumt. Þannig er Guð, þannig er Drottinn sem ég þjóna að hann vekur okkur til umhugsunar sumt. Og við erum nokkuð glöð með það að hafa fengið þetta til okkar til þess að pæla þess betur í. Þannig er þetta blessaða líf okkar, það er svolítið pæling. Það er ekki þannig bara slett og fellt, jú það getur verið alveg slett og fellt, en það getur verið líka alveg heilmikil pæling á bakvið það. Og þetta er eiginleikinn sem að maður hefur, hann getur velt ýmsu upp. Hann er ekki svo skynlaus skepna sem hann bara fer eftir eðlis hvöt sinni. Og hvað er það sem að hún hugsar mest? Ef hún hugsar, ég veit ekki hvort að dýr hugsi. Það er bara, hvenær fæ ég næst að borða? Hún hugsar það. Og svo þurfa hann að garnirna að fara að gaula, gaula nú í skepnunni alveg svo okkur. Þá fer hún að stjá. Og ef þetta veiðidýr,
Sum dýr eru veiðidýr, þetta er allt veiðidýr svoleiðis. Þá læðir svona bráð og stekkur á hana og drepur hana og svo etur hún hana. Aðrar skepnur eru ekki þessi rándýr svo kölluð, heldur horfa þetta jarðarinnar, já, fullt af grasi hér maður. Og þau byrja að rífa upp grasið og grasið nærir þessar skepnur, fullt af skepnur sem lifa á grasi eins og flest öll húsdýrin okkar, bændadýrin okkar, þau lifa nú á grasi. Og bóndinn aflar heyja á sumrin og setur í löðu og notar það sem í löðinni til gjafa skepnunum sínum á vetur. Þannig helst þetta nú allt lifandi, en ekki nema að gerðum vissum verkum. Þannig að bóndi þar sérst að slá túnin, heyja túnin, þurrka heyið og koma því fyrir í löðum. Á meðan skepnan hans á beit í haga einhvers staðar, því að flestir bændur eru nú með töluvert landrými sem þeir geta nýtt. Já, og fært skepnur á milli þegar beitin að verða full mikil á þessu stað, þá færa skepnurnar yfir á annað svæði og svo þegar skepnurnar eru farnar á fyrra svæði þá byrjar það að vaxa aftur. Þannig eftir einhvern tíma þá mætti kannski leipa þeim þangað yfir aftur sé eitthvað farið að svona skorta af grasi á blettinu sem þar voru færðar yfir á. Allt þetta satt með því lífi og þeim kringumstæðum aðstæðum sem Drottinn skóp. Og við erum inn í þessum aðstæðum sem menn og Drottinn skóp alls konar handa okkur til að við getum lifað af. Já, við erum hugsandi vitsmunaverur og við störfum með höndum okkar og þiggjum laun fyrir og förum í verslunina og kaupum okkur eitthvað í gogginn eins og sagt er, vegna þess að við eins og allt annað þarf að lifa. Þetta er hringrásin. Og ef eitthvað vantar af þessu í hringrásinni, þá var nú bara illt í efni, þá var nú bara að segjast eins og er. Og alltaf einhvers staðar í heiminum eru þurrkar, og alltaf einhvers staðar í heiminum þegar lætur rigningin standa á sér. Og það gerir að verkum í breskjuhitanum, sólarhitanum, að landið bara þornar upp og svo fýkur það bara af út. Og það er vandræða ástand í þessum löndum. Þannig að við sjáum að við erum háð ýmsu. En ég vil nú trúa því að Drottinn er yfir þessu öllu og við vitum það. Og að hans fólk mun aldrei þurfa að líða þannig séð neitt skort. Jú, það getur verið í aðstæðum þar sem er þurrkur og alls konar svoleiðis. En ég trúi því að Drottinn komi því þannig fyrir þrátt fyrir þetta að einhver berist til fólksins af fæðu. Hann segir það sjálfur og það er orð Guðs og þetta veistu jafnvel og ég að hann mun vel fyrir sjá. Þannig ég trúi því nú að fólk sem er undir hans verndarvæng og leiðslu, handleiðslu, að það hafi allavega daglega eitthvað að borða. Ég trúi því að Drottinn minn sé nú svoleiðis að hann sjái til þess. Og líka annað að hann vill að allir ævidagar mannsins séu taldir og hann veit alla ævidaga hvað sem er mín að þín. Og hann vill fá að telja þá alla frá upphafi til enda hvar við erum í þessu lífsstiga núna, vitum við ekki. En að því við þjónum Guði og lifum með honum, þá trúum við því og megum alveg trúa því að við munum
lifa þann tíma sem við eigum að lifa. Það vita auðvitað allir að allt líf það hverfur af jörðinni. Þessi kynslóð deyr út, hvort sem það kynslóð skepna eða manna, hún deyr út við vissan aldur. Og á þessum tíma náttúrulega þá fæðist ný kynslóð og hún tekur við að þeir sem var. Þannig hringrásin. Og þetta á við alla flóruna. Þetta gerist líka hjá skepnunni, hvort sem hún vilt eða ekki, að ný kynslóð kemur upp og svo hverfur hún sem fyrir var og þessi kynslóð sem eftir að hún bara tekið við hinu. Svo þetta Drottinn sér þetta allt. En til þess að ég sjái þetta svona, þá þarf ég trú. Til að ég sjái einfaldleikann í þessu, þá þarf ég trú. Og þegar maður áttar sig á þessu, þá blasir fyrst og fremst við risastór Guð. Og hvað trú í þessu verki? Þú ert bara þiggjandi. Bæði svo ég og allt annað líf. Það þiggjandi af Guði. Hversu margir þakka Guði fyrir það að þeir hafa alls nægtir, nú að bíta og brenna og aldrei vita hvað til að mynda hungur er. Já, ef þú átt til trú þá líklega þakkar á honum fyrir það að þetta er ástandi hjá þér. En það er fullt af fólki sem á enga trú og lifir bara frá degi til dags og eiginlega pælir ekkert í því hvaðan þetta allt komið. En það ættum við að gera og gerum eftir að trúin komin inn. Þegar með tronni þá vaknar allir þessu skilningur, já, þetta er vegna Drottins sem þetta er svona. Já, það er vegna Drottins að ég er manneskja sem fæddist á þessum tíma. Og enn uppi að þjóna Guði núna. Fyrir hlutina lífi mínu þá var ég ekki að þjóna Guði. En seinni hlutan af mínu lífi þá ætla ég að þjóna Guði. En trúin náttúrulega er eins og hún er. Sumir ganga af trúnni. Þeir þjónuðu Guði því tíma. Svo datt trúin af baki. Og þeir skildan einhvers staðar eftir, svo heldur þeir náttúrulega sínu lífi áfram án trúarinnar. Þannig það er ekki gott að regla þetta út hvernig þetta fer. Og hvað getum við gert? Það sem við getum gert og menn gera, þeir eru trúaðir í dag. Þannig hefur þetta gengið. Hvað verður á morgun? Það kemur bara í ljós á morgun. En við vöknuðum í morgun ákveðinni því að þjóna Guði í dag. Sama gerum við, já, í bítið næsta morgun og svo framvegis, svo bara líða áratugirnir. Og þeir eru orðin allmargir hjá sumum okkar, að baki. Alltaf sama staðar. Já, við skiluðum deginum af okkur í Jesú nafni og lögðum svo á koddann í Jesú nafni og vöknuðum í þessu Jesú nafni. Af hverju? Af því við viljum það. Þetta er valið okkar. Sumir eru svo uppteknir við eitthvað allt annað en þetta að þeir eiginlega gleyma sér og svo bara gleyma sér og gleyma því Guði. Já, það er ýmislegt sem við getum verið að pæla í. Það er ýmislegt sem við veltum vöngum yfir og ég segi nú bara það að sumt sem við erum að velta vöngum yfir er bara harla gott. Og við þurfum að velta svo mörgum fyrir okkur og segja það, þetta er bara harla gott. Ég þarf líka að velta þessum hlutum fyrir mér. Og ég er að fara að fá mér að borða, segja það á eftir og eitthvað er í ísskápnum, eitthvað, það er hellingur í honum. Og það er aldrei að vita, þó maður kannski geti ekki fullyrt neitt það, að þegar maður opnar ísskápinn og segir maður dýrsið þeir Drottinn að það er hellingur í honum.
Því að hann hefur séð þetta allt í raun og veru að staðan sé þessi hjá þér. Og ég tel að vera mjög holla kennslu einmitt að koma með svona efni sem vekur athygli míninni á þessu. Þegar einhvern veginn tekur vaninn yfir og þetta líf manns, það er orðið bara eitt stórt vanaverk. En það er í raun ekki til neitt vani þannig sé nema ég býja mér hann til. En allt þetta sem ég þarf, það kemur einhvers staðar frá. Og Drottinn sér að það komi þaðan frá eða frá hinnum staðnum. En ég þarf að gera eitthvað í því til þess að teygja mig eftir því. Og það er það sem við gerum. Við teygjum okkur eftir því. Við förum í búðina, nú er hægt að fara ýmsar leiðir. Þú getur fengið þetta sent til þín og það er orðið mjög algengt að menn sé að fá sent til þín þegar þeir eru svo, ég nenni ekki að fara í búðina núna. Þá hringja þeir eða senda skilaboð og þá fá þeir þetta sent. Ég er svolítið þar. Ég kann ágætlega við það. En hérna áður en þetta byrjaði þá og náttúrulega bara fór maður í verslunina. Og sagði við sjálfan sem hefur nú gott að því. En svo fann maður bara leið. Og það svona tekið yfir og ég sé ekki, akkur er það eitthvað rangt? Ég sé það nú ekki, akkur það er eitthvað rangt. Þegar menn bara ekki fá að lifa því lífi sem þeir vilja sjálfur og velja sjálfur og ef það er ekki fyrir neinum og það er ekki fyrir neinum og segðu mér þá hvað er rangt við það. Og þetta er eitt af því sem að Drottinn vill kenna okkur. Hann segir mig, Konráð, vertu bara þú sjálfur. Hann er að tala við þig líka, nefndu nafnið, vertu þú sjálfur og sjálf. Ertu það? Það er allur gangur á því. Því stundum eru að þykja til öðrum. Það er svona svolítið tauleikar í gangi hjá okkur köllunum og kellingunum. Þykja svolítið fyrir öðrum. En þá segir Konráð minn og nefndu nafnið þitt, vertu bara þú sjálfur. Og það er nú reynst manni svona strangt til tekið, það hefur nú reynst manni best að vera bara á þeim stað. Svo spyr maður líka spurningar að byrja, hvernig get ég verið annað en ég sjálfur? Hvern vill ég leika? Þig? Hvernig dytti það í hug? Hverjum langar til að vera eins og þú? Já, ég ætla rétt að vona að sé nú ekki margir sem vilja vera eins og ég. Og af hverju? Ég er einstaklingur skapaður af Guði með þessa hæfileika og ég þarf að rækta þá. Þú ert sömuleiðis einstaklingur skapaður af Guði með hæfileika og þér ber að rækta þá, alveg svo ég mína. Ég þarf að fullvinna mína hæfileika til þess að það sem býr í mér, í hjarta mínu, ég geri það með sóma. Þetta er allt vinna og þetta er allt þjálfun. Þannig að hver einstaklingur, ef við hugsum svona einstakling, þá sjáum við hversu stórkostleg sköpun hver einstaklingur er. Og þessu erum við að tróða á og ég hef nú talað illa ég er ekki að segja að menn tala illa mig og ég hefði mig að alveg nenna því, en ég held að sé nú enginn að því. En menn eru stundum að þessu. Það er náttúrulega mikill ljóður á ráði manna að fara þessa leið. Af hverju? Af hverju? Það liggur fyrir. Það er illska í heiminum. Og illskan, þessi Guð kemst ekki að, er með mennina bara út af fyrir sig. Og þeir henda einu stykki nöldri á þennan, einu stykki reiði á þennan og þessa, og svo ráðum svo framvegis. Og svo er allt í allt komið í hár saman. Þetta er maður. Þetta er líf manna allt og oft. Og svo náttúrulega fer allur sogast allur friður, segjum af heimilum. Og menn eru sem stað með framkomu sinna að eyðileggja sitt eigið nær umhverfi. Þetta er nú maðurinn líka.
Þannig að við sjáum gagnsemina af því að eiga til Jesú í hjarta sínu. Því að það sem að þetta þar ekkert svona uppi. Menn geta farið í fílu hvort út í annan og allt saman það og tala sko ekki við þennan, eitthvað svona. En Drottinn kemur alltaf inn í það, svo snýst hjartaði yfir að það, ég nú til í að tala við þennan. Og það kannski bara örstuttu síðan og komin þessi afstaða. Þetta eiga til Guð í hjarta sínu. Við sjáum að það alveg himinn og haf á milli trúarinnar og trúarsmanns og konu og manneski sem á ekki til neina trú. Hún í sínu umhverfi og hnakkrýst þar við fólk fram og tilbaka og enda með því að einu sinni eru allir orðnir uppgefnir á þessu þrassi. Það hvergi afdrep. Þetta heimurinn. En þetta ekki svona hjá trúaru manneski. Hún stendur sig ekki að því að vera eitthvað hnakkarífast keisaraskegg við aðra manneski. Og hvað átt við þegar að tala keisaraskegg? Fólk raun að vera að þrasa eitthvað sem ég veit ekki einu sinni hvað snýst. Það að vera að tala keisaraskegg. Hvað var fólkið að tala? Spyrðu það að því. Ég held að ég viti það ekki. Af hverju? Nú, menn eru bara með sjálfa sig í lausu lofti. Það ástæðan. Við eigum ekki að vera í lausu lofti með okkur sjálf. Við eigum að vera jarðbundnar manneskjur. Og jarðbundnar manneskjur, það að ganga á jörðinni. Það hugsa, vitræna hugsun. Að því sem að það hefur lært bara í kringum sig. Og það kemur einhver viska út úr því sem að byggir mann og annan upp og svo framvegis. Og svo sem á til trú, byggir sig upp á trúnni, nýtur visku trúarinnar og sér umhverfið sitt í ljósi trúarinnar. Og hvað blasir þá við? Þetta sköpun Guðs, segir trúinni við einstakling. Og einstaklingurinn með þessum augum fer að horfa á þetta allt öðru sig. Og hann fyllist þakklæti, veistu af hverju? Hann þjónar Guði. Það þakklætið 1, 2 og 3. Og svo vex hann ásmegin í sinni trú. Og svo fer hann bara að treysta Guði fyrir sínu lífi. Þetta hægt. Ég lofa þér því að með tímanum og trúargöngunni þá kemur þetta bara til því. Þetta nú munurinn á því að eiga til trú og eiga ekki til trú, einu sem nú vorum við þar. Ég tók trú og verið í henni trúni síðan 1989. Í dag 2025, en ég fæddur 1953, þannig að það eru nokkrir áratugir til þess tíma sem ég átti trú. Fyrir þann tíma þá var ég bara á sama stað og allir hinir. Allir hinir vantrúðu menninir. Og umræðan var bara í vantrú. Áhyggjurnar voru af vantrú. Og maður var jafnilega að búa sér til eitthvað í hausnum sem maður var ekki til. Af því maður átti ekki neitt sannleika til þess að hengja sig í. Já, festa sig við. Og ég veit hvaða sannleikur þetta er. Það sannleikur Guðs. Og síðan að sannleikur Guðs kom til mín, að þá veit ég miklu meira bara eiginlega allt. Og sem hafa skotið rótum. Og orðin bara fullvissa hjá manni, fullt af hlutum sem maður hafði enga skoðun á og vissi ekkert eðlilega. Þetta kom með trúnni. Og trúin gjöf. Eins og ég oft vitnað og þetta sannleikur fyrir mig. Ég horfði
í þess átt og já, það til Guð. Þetta var nú fyrsta opinberun mín á Guði. Ég horfa aðeins á þá og segi, já, það til Guð. Já, bara 40 árum seinna. Og ekki bara þessi 40 ár séu liðin, eða svona uppundið það að verða 40, ja, 38, það skiptir ekki máli, það nú ekki komið 40 ár. Hver dagur hefur verið gefinn Guði. Og hvað að gefast Guði? Það viska að gefast Guði. Þannig að ég þekki drottinn minn Jesús, auðvitað, eðlilega, miklu betur núna bráðum 37-8 árum seinna, heldur var þegar ég stíð inn og ég sagði, já, það til Guð. Miklu meira. Var ég fyrir miklu vonbrigðum. Ekki með Jesú. Ég hef bara elst í trúnni á honum og ég elska hann alltaf meira og meira. Nei, ég hef ekki orðið fyrir vonbrigðum. Vegna þess að drottinn bara tók mér í tíma og leiði mér að læra bara því sem ég sá. Og hvað sá ég? Fólk. Fólk eins og ég og þú. Mislent fólk. Að rembast eins og rjúpan stundu við staurinn við að vera þessi trúaða manneskja. Já, rembast eins og rjúpa við staurinn. Hvað rjúpan að reyna að gera? Hún að reyna að losna. Og stundum erum við á þeim staðinn og losna frá honum. Og hvað finnst þetta ekki skemmtilega? Hver skilur manni? Svo inn á milli þá hlýgur hann á vængjum og hamingju og elsku til lifandi drottins. Og svo verður hann að sveiflast. Það er ekki verandi ég er. Þetta er allt í gangi. Allt í gangi. Og einn móðgaði einn og annar móðgaði þennan. Og svo kom upp smá híla í hópnum, nú er ég að tala um kristnamennina. En ég lofa þér því, og það er mín reynsla, að svona ástand, fílu ástand, tölum bara hlutinni eins og þeir eru, það gengur mjög hratt yfir. Svo næst við hittumstum og allir búin að gleyma því að hafa verið uppundir í fílu. Akkur er að pæla í því? Guð er með, hver er þá á móti? Svaraði mér því, hver er þá á móti? Og í Guði þá eru allar leiðir greiðfærast, það er að segja það sem hann hefur sett okkur í. Allar leiðir greiðfærar og leiðin er þessi að því þú vilt að Guð leiðbeini þér á þessum vegi og hann bendir þér á þennan veg og þú ferð hann og sér að hann er harla góður. Þú dáinn sjálfu þér og drottinn hefur leyft þér að rísa upp í Jesú og það sker á milli, heimsku og visku. Þannig bara er það, heimsku og visku. Og þú ert ekki lengur í pælingum með heiminum. Þú ert í heiminum, það er alveg rétt, en þú ert ekki lengur í pælingum um heiminn. Þetta er alltaf að vera. Þetta er bara búið. Þú veist það er ekkert búið. Og hver er núna að tala? Trúin í þér, hún er að tala svona. Þú sér það að trúin er alltaf uppur á þig. Konráð með þetta er ekkert búið. Svo getur hún líka aðeins svona stöðað og þetta er rétt að byrja maður. Hver oft hefur hún ekki sagt þetta við búið, þetta er rétt að byrja. Hvað er að þér? Já, það er rétt að byrja. Og það er spennandi, það er eitthvað að byrja. Við viljum takast á við það. Það er spenningur í að vera í Guði. Það er meira að alltaf tilgangur falin í því að þjóna Guði. Svo menn hissa því að maður skulle nenna að hanga í þessum Guði. Ekkert leiðilega að segja þér. Vegna þess að þeir þekki ekki Guð. Þeir að búa sér til einhverja mynd af Jesú sem þau veit ekki neitt um og það er eðlilegt. Hann gefur mér, segir þetta með mig, hann gefur mér þekkinguna á sér. Hún er ekki komið frá mér, hún er komið frá honum. Og ég segi, dýrst þér drottinn, þér einum vil ég fylgja. Hvað oft höfum við ekki sagt þetta?
En við þurfum að glíma við samt við svo margt og það fer ekkert af manni. Við þurfum áfram að glíma við eitt og annað sem manneskjur. Af hverju? Nú erum bara manneskjur. Með allt í okkur sem að manneskja hefur. Hún er viðkvæm. Hún er að reyna að gera sitt besta. Svo kemur ykkur kannski í vondu skapi, við getum nú farið í vondu skap þó við séum trúamál og það er ekkert nema bara neikvæðinni hjá þessu gæja maður. Og við kannski tökum þetta inn á okkur og við erum í Rúlandi sem trúaðar manneskjur. En að því að trúin er virk í okkur og við elskum Jesú, þá byrjar hún alltaf að koma gegn þessu. Hvað er að þetta, drengur? Af hverju ertu með þessa stæl í dag? Og þú segir, já, ég veit það ekki. Hættu við þá. Og þú hættir því, og svo ertu aftur komin á þann stað þar sem bara, þú brosir einn á milli. Það er betra. Þannig að við sjáum muninn á því að eiga Jesú og eiga hann ekki. Við getum alveg farið inn á þessa braut að því þú sem átti Jesú í dag, þú áttir hann einu sinni ekki. Þannig að þú veist skilin. Notaðu þessi skil. Ef þú ert eitthvað hóll í dag, eitthvað var svo leiðilegu við þig, það getur allt gerst í kirkjunni líka. Að þá bara Drottinn segir þér nú að fyrirgefa. Kannski ertu manneskja sem getur fyrirgefið allt. Ég held reyndar að trúi komið þínu bara svo til vega. En við þurfum að eiga mikið til að fyrirgefningu og vera fljót til að grípa til fyrirgefningarinnar vegna þess að fyrirgefningi hún leysir all bönd af okkur sem vill fjötra okkur. Við vitum af þessu, ekki? En við erum ekki alltaf að nota þetta. Það er vandinn. Bindingar hér og hvar. Þessi með hornin, hann kemur að binda og við leifum honum það að við erum í svo vondu skapi og vorum svo illa við þennan og hinn. Hann gerði okkur eitthvað. Og hvað gerði hann? Já, veit ég ekki. Ég held þú veitir það ekki heldur hvað hann gerði þér. En þú veist að heldur allan hann hafi gert þér eitthvað og þá verður alveg hrikalega vondskap. En svo kemst hún yfir þetta allt. Trúin er alltaf að vinna, vissur það? Hún er alltaf að vinna. Þú kannski þessu hrikalega vondur út í þennan maður. Svo eftir smá tíma, þá er það farið. Og þú manst nú ekki einu sinni lengur, akkur var ég eitthvað fúll út í þennan. Ok, við gleymum söguna og það er gleymt. Þetta er líka það að vera trúuð manneskja. Og maður getur náttúrulega hressi alveg endalaust á því að þessi veikleikar okkar munu alltaf pompa upp. Þú þarft ekkert að vera ræddur að þetta fara allt. Og ef þú heldur þetta sé allt saman farið, þá muntu mæta á morgun næstur og hittir eitthvað. Það skýtur svoleiðis á því að þú bara veist ekki hvort þú ert að komið að fara. Og þá ert aftur komin að þennan stað. En þú lærir. Þú fer aftur á þennan stað. En núna ertu komið það langt með sjálfa þig að þú bara rétt kemur öðru við og svo ertu komin aftur bara með skælbrosið þér. Málið er, ef eitthvað svona gerir, það er að vinna fljótt úr því. Og við erum öll tæki og tól til þess og þessi tæki og tól sem við notum til verksins heitir trú á Jesú. Það veitum þetta allt hjá okkur. Og þess að það byggjar hann okkur upp og hann segir við mig, Konráð, byggðu þið hratt upp til að vera að byrja í trúnni. Og ég alveg sökti mér ofan í orðið, las og las og las og las. Eins og Drottinn sýndi mér þetta nú bara, fyllti mig á orðið. Þetta var, hvað var þetta lengi, krakkar? Því ég las hún eins og lestrarhestur. Ég veit, þú trúir ekki orða því sem ég segi. En ég held að þetta hafi verið í einhverja vikur.
Það ég bara sökti mér í hvernig stóð ég reyndar, var ég ekkert að vinna á þessum tíma? Ég veit það ekki, ég var að vinna í þessu. Þannig gæti ég á þessum tíma leyft mér þetta. Það kom nú fyrir að maður leið langt á milli vinna hjá mér og þannig að maður var nú ekkert sprækasti kallinn þar. Og það er ekki vegna þess að ég er svona latur, það er ekki málið. En allavega í þetta skipti þá sökti ég mér í orð Guðs og þá vissi ég nú reyndar ekkert Biblíuna og ég náttúrulega þegar þú kaupir nýja bók, Biblían var bara fyrir mér bók og þegar þú kaupir nýja skáldsögu, segjum það, þá byrjar á blaðsíðu 1 og þannig á maður að byrja á skáldsögu, hún byrjar á blaðsíðu 1 og ég opnaði Biblíuna og byrjaði á blaðsíðu 1. Það var ekki fyrir löngu seinna en nokkuð seinna sem ég áttaði mig á því að þannig er nú ekki Biblían lesin. Og svo rak mér að staðans þegar mér var sagt að Biblían samanstæði af 66 öðrum bókum. Þannig að þú getur farið í, Nýja testamentið, Mattheusar, Lúkasar og þessi guðspjöld öll. Þetta er allt sitt hvor bók. Og svo eru bréfin, þau eru sitt hvor bókin, að vissu stuttar bækur, sumar að stuttar bækur, en sitt hvor bókin. Þannig að þú getur lesið í raun og veru hvar sem er í þessum bókum. En ég legg það nú til, og hef alltaf gert og fekk þessa kennslu sjálfur og ég greip hana, glóðvolga, lestu allt Nýja testamentið. Og ég er búinn að gera það í áratugi. Ég er alveg frá því að ég áttaði mig á því hvernig þetta virkar. Og hvað er ég núna? Ég held ég reyndar sé í guðspjöllunum núna. Og ég veit ekki hvað ég er búinn að lesa þau oft, en það er nú aukaatriði. Hvort sem maður er búinn að lesa eitthvað oft eða sjaldan, og þá var nú frekar spurningin þessi, hvað hefur þetta skilið eftir hjá manni? Já, þetta er skilið alveg helling eftir hjá mér því hvert skipti þá verður einhvað eftir af lesturinnum og það er þetta sem hefur verið að byggja mann upp og hjálpa manni alveg ótrúlega mikið. Þannig að þessar sveiflur, auðvitað fer mér í fílu og allt það og verður kannski uppundir að vera leiðilegur, þú þekkir það nú. En svo er maður líka alveg bráðskemmtilegur á milli. Og þetta er bara spurningin það hvernig manni líður. Það er ekki rétt um mér. Ef ykkur er leiðinlegur. Það getur maður afundin og urrar á þig. Veistu af hverju? Hún líður illa eða manneskju. Af hverju? Þú veist ekkert hvað hún hefur lent í. Og hún þarf svo sem ekkert hafa lent í neinu akkurat núna. Þegar hún er urrandi. Það er bara eitthvað sem er í hjartanu og það skaustu. Vond minning. Við erum ennþá með þessar vondu minningar í okkur. Því miður verður maður nú viðurkenna það. Stundum leyfum maður þeim aðeins að eiga við okkur og þá förum við í vond skap aftur. En stundum leyfum við því að kannski poppa upp og svo hendum við út aftur. Og þá erum við komin aftur í gott skap. Og við erum uppundir skemmtilega. Sem er reyndar því marki aldrei að vera skemmtilegur. En sem er náði að verða uppundir skemmtilegur, það er betra heldur en að vera bara leiðinlegur. Sumir eru alveg hrikalega leiðinlegir maður. En þú ert bara skemmtileg manneski, ég sé það bara á þér. Við erum að vera skemmtileg, við erum ekki að vera leiðinleg. Og þessu ráðum við öllu. Við ráðum öllum þetta líf okkar. Og hvernig viljum við lifa því? Fljúgandi kátir. Og gerum þá eitthvað í því til að við verðum þetta fljúgandi káta fólk. Hvað merkir þetta? Það gæti verið að það merkti það fyrir þig og eða mig. Við þurfum að breyta þessu og hinnu hjá okkur. Erum við til í það? Nei, ekki. Það breytist heldur ekki neitt. Ég nenni ekki að gera, þá breytist heldur ekki neitt.
En það komið tíma á þetta hjá okkur og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram og biðtu nú fyrir þessu. Amen.